Maður sem keypti íbúð af félagi eldri borgara í Reykjavík og hefur hafstuð í húsbíl frá því hann seldi einbýlishús sitt segist ekki lengur treysta félaginu. Forsvarsmenn þess vildu ekki ræða við fréttastofu í dag. Forseti Bandaríkjanna segir lítinn pólitískan vilja til að breyta skotvopnalöggjöf landsins. Löggjöfinni var mótmælt í 2 borgum sem forsetinn heimsótti í dag í kjölfar mannskæðra skotárása. Forsætisráðherra Danmerkur segir ótrúlegt að enginn hafi slasast þegar öflug sprengja sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar í Kaupmannahöfn á 11. tímanum í gærkvöld. Landsnet hefur óskað eftir umhverfismati á Blöndulínu 3 frá Blönduvirkjun til Akureyrar. Framkvæmdastjóri Landsnet segir línuna mikilvæga fyrir meginflutningskerfi landsins. Tónlistarmaðurinn Ed Sheeran flytur 1500 tonn af búnaði til landsins í 55 gámum fyrir tónleika sína helgina. Einn gámabílstjóranna hefur ekki komið heim til sín í allt sumar og býr í bílnum. Gott kvöld. Við erum orðin afskaplega þreytt á því að vera í bílnum, segir maður sem hefur búið í húsbíl í 7 vikur. Hann og kona hans íhuga að rifta samningi kaup á íbúð sem félag eldri borgara í Reykjavík reisti í Árskógum. Forsvarsmenn félagsins vildu ekki ræða við fréttastofu í dag. Framkvæmdastjóri félags eldri borgara í Reykjavík og ráðgjafi hans hafa síðustu daga fundað einslega með tæpum helmingi kaupenda og hefur félagið gefið út að meirihluti þeirra hafi samþykkt kaupverðshækkun. Aðrir íhuga stöðu sína. Kaupandi sem fundaði með félaginu í dag sagðist litlu nær eftir fundin. Hann hefði mátt vera skilbetri eða þannig að við höfum fengið betri svör við því sem við spurðum. Ómar og kona hans voru beðin að greiða 7 milljónir í viðbót fyrir íbúð sín í Árskógum og spurð á fundinum út í vexti, verðbætur, lánstíma og fleira. Það var einu sem við sögðu að þegar þú selur íbúðin eða drefst þá verður að gera upp þetta lán. Hjónin seldu einbýlishús sitt fyrir 2 mánuðum og hafa síðan verið á faraldsfæti á húsbílnum. Búslóðin í bílskúr gamla einbýlishússins og þau hafa því ekki getað gengið alveg frá sölunni og því. Við erum óskaplega þreytt á því að þurfa að vera í bílnum en við verðum að láta okkur hafa það. Hjónin reikna ekki með því að samþykkja kaupverðshækkunina og íhuga falla frá kaupunum og leita annarri íbúð. Þau hafi fengið þau svör að þá borgi Landsbankinn þau út. Upplýsingafulltrúi Landsbankans segir bankann aðeins hafa aðkomu að málinu sem lánveitandi en að Ómar vísi líklega til þess að FEB hafi lagt greiðslu fyrir íbúðina inn á reikning og félagið taki hana þaðan út aftur til að greiða honum tilbaka. Núna ætla hjónin að bíða og sjá hvernig mál þeirra fara sem hyggjast krefjast þess fyrir dómi að fá lykla að íbúðum sínum afhenta. Það taki einhverjar vikur. Lögmaður eins kaupandans fundaði í dag með lögmanni félags eldri borgara og krafðist þess að fá lyklana afhenta. Félagið varð ekki við því og skoðar hann nú næstu skref með umbjóðanda sínum. Ómar segist ekki hafa skilning á stöðu félagsins og upplifir sér svikin. Það samið upp á vissa krónutölu við verktakann og svo hrekkur það í kút að byggingavísitala. Var hún ekki til hérna áður fyrir eða er hún ekki til í dag? Mér finnst það sorglegt að segja það en ég treysti þessu fólki mjög vel. En ég veit ekkert ef myndur samþykkja þetta, svo fengjum við lyklan og færum inn. Eftir ár kemur þá annar reikningur eða hvað? Fundir með kaupendum fór í dag fram á lögmannsstofu við Vegmúla. Fréttastofa fór þangað í þeirri vonan á tali af forsvarsmönnum félagsins en hafði ekki erindi sem erfiði. Ráðgjafi félagsins vatt upp á sig og framkvæmdastjóri þess Gísli Jafetsson vísaði á varaformanninn Sigríði Snæbjörnsdóttur en ekki náðist í hana. Forsetahjón Bandaríkjanna heimsækja í dag borgirnar 2 þar sem 31 var myrtur í skotárásum helgina. Fjölmenni mótmælti í báðum borgum, bæði orðræðu forsetans og skotvopnalöggjöf landsins. Donald Trump og fylgdarlið hans gerðu víðreist í dag. I'll be going with the First Lady and it's a terrific opportunity really to congratulate some of the police and law enforcement. The job they've done was incredible. Fyrst lá leiðin til Dayton í Ohio þar sem 9 létust í skotárás á sunnudag. Forsetahjónin heimsóttu meðal annars fólk sem lifði árásina af á sjúkrahús. Þar fyrir utan höfðu bæði mótmælendur og stuðningsfólk Trumps komið sér fyrir.
Síðar í kvöld liggur leiðin frá Ohio til Texas, nánar tiltekið til El Paso. Þar voru 22 skotin til bana í verslun Walmart á laugardaginn. Forsetinn lendir þar eftir hálfa klukkustund eða klukkan 3 seinnipartinn að staðartíma. Mótmæli voru skipulögð á báðum stöðum gegn forsetanum. Þó Trump hafi fordæmt árásirnar og öfga þjóðernishyggju í nýlegu ávarpi sínu gagnrýna mótmælendur orðræðu forsetans í gegnum tíðina. Þá vilja mótmælendur hertari skotvopnalöggjöf í Bandaríkjunum sem forsetinn segir þó að lítil eftirspurn sé eftir. Well, I can tell you that there is no political appetite for that at this moment. I think there's a great appetite to do something with regard to making sure that mentally unstable, seriously ill people aren't carrying guns. And I've never seen the appetite as strong as it is now. I have not seen it with regard to certain types of weapons. Þegar skotárásir eru jafn tíðar og raun ber vitni í Bandaríkjunum eru ýmsar ástæður og mögulega lausnir á vandanum tíndar til. Á meðan sumir vilja hefta aðgengi að skotvopnum vilja aðrir vígbúast enn frekar í öryggisskyni. Que los hispanos pues somos ahorita el blanco, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, mi familia está preocupada, entonces por eso decidí acercarme hoy a ver qué es lo más eficiente, me imagino. Pero no vine a comprar una arma larga, vine a comprar una pistola nada más. 3 kynferðisbrot eru til rannsóknar hjá lögreglunni í Vestmannaeyjum í tengslum við þjóðhátíð. Engar frekari upplýsingar verða veittar að sök lögreglu. Málin sé í rannsókn og teljist óupplýst. Þá leituðu 2 á neyðarmóttöku Landspítalans fyrir þolendur kynferðisofbeldis verslunarmannahelgina. Annað brotið tengist annarri útihátíð. Heilbrigðisstofnun Suðurlands segist engar upplýsingar veita kynferðisbrotamál á hátíðinni í Eyjum, þau séu í höndum lögreglu. Þá komu 9 líkamsárásir á borð lögreglunnar í Vestmannaeyjum, þar af 3 alvarlegar. Nokkrar líkamsárásir voru tilkynntar til annarra lögregluembætta helgina í tengslum við hátíðahöld. Forsætisráðherra Danmerkur segir ljóst að sprenging við dönsku skattstofuna í Kaupmannahöfn í gærkvöld sé viljaverk og árás á öryggiskennd dönsku þjóðarinnar. Lögreglu hefur í dag borist fjöldi ábendinga sprenginguna. Kröftug sprenging var við dönsku skattstofuna á Austurbrú laust eftir klukkan 10 í gærkvöld að staðartíma. Framhlið hússins og anddyri mikið skemmt en skrifstofur embættisins sluppu. 2 voru inni í húsinu en hvorugan sakaði. Det her jo virkelig chokerende. Det en vanvittig handling. Herinde sidder der jo hver eneste dag flere hundrede medarbejdere, som arbejder for at få vores velfærdssamfund til at hænge sammen, så vi alle bidrager med vores fair andel til fællesskabet. Á 5. tímanum greindi lögregla frá því að unnið væri út frá fjölmörgum ábendingum sem hafi borist í dag frá vitnum. Ljóst sé að sprengingin hafi verið viljaverk. Forsætisráðherra Danmerkur sagðist í dag skilja að danska þjóðin væri hrædd. Sprengingin væri árás á öryggiskennd þjóðarinnar. Det et under, at vi ikke har nogen alvorligt tilskadekomne. Og derfor betragter vi det, og politiet betragter det her som en alvorlig forbrydelse. Der tale om en bevidst handling. Det, der eksploderet, lagt meget, meget tæt på Skattestyrelsen, så der kan ikke være tale om en tilfældighed. Vi kender jo ikke endnu motiv, ej heller de gerningsmænd, der står bag. Der pågår nu en stor efterforskning. Háskólinn í Reykjavík var í dag sýknaður á skaðabótakröfu Kristins Sigurjónssonar fyrrverandi lektors við skólann. Kristinn var rekinn vegna ummæla sinna konur í umræðuhópi á Facebook. Kristinn krafðist 57 milljóna króna í bætur þar sem hann svarar launum hans til 70. Kristinn taldi brotið á rétti sínum til að tjá skoðanir sínar. Dómari við héraðsdóm Reykjavíkur taldi að með uppsögninni hefði tjáningafrelsi Kristins vissulega verið takmarkað, en þó ekki meira en svo að það gæti samræmst lýðræðishefðum. Bótakröfu Kristins var hafnað og hvor aðili látin bera sinn málskostnað. Nánar má lesa forsendur dómsins á ruv.is. Landsnet hefur óskað eftir umhverfismati á Blöndulínu 3 frá Blönduvirkjun til Akureyrar. Línan rúmlega 100 kílómetrar og líður í að styrkja flutning raforku á Norðurlandi. Framkvæmdastjóri Landsnet segir línuna mikilvæga fyrir megin flutningskerfi landsins.
Blöndulína 3 er 220 kW háspennulína sem fyrirhugað að leggja frá Blönduvirkjun til Akureyrar. Tilgangur hennar að styrkja meginflutningskerfi raforku á Norðurlandi en jafnframt hún fyrsti áfanginn í því að auka flutningsgetu byggðalínu hringsins. Fyrirhugaða framkvæmdir hafa verið í burðarliðnum árabil. Þá mótmæltu landeigendur lagningu línunnar í möstrum og töldu að leggja ætti hana með jarðstreng. Í mars árið 2017 gaf Landsnet út skýrslu þar sem möguleikar á jarðstreng voru kannaðir. Í niðurstöðum hennar segir að unnt sé að leggja 10 km jarðstreng af þeim 100 km sem fyrirhugaðir eru. Línan lægi 5 sveitarfélög: Húnavatnshrepp, sveitarfélagið Skagafjörð, Akrahrepp, Hörgársveit og Akureyrarkaupstað. Við erum það byrja að ljúka matinu á svokallari Hólasandslínu sem endar í Eyjafirði, Akureyri, og við erum í raun núna að undirbúa framhaldið, línu sem liggur þá frá Eyjafirði og vestur til Blöndu. Landsnet hyggst byggja flutningskerfi á Norðausturlandi með 3 línum. Þær eru Kröflulína 3 frá Kröfluvirkjun í Fljótsdalsstöð, framkvæmdir eru hafnar við lagningu hennar. Hólasandslína 3 liggur frá Kröflu til Akureyrar, sú lína enn í matsferli. 3. línan Blöndulína 3 frá Blönduvirkjun til Akureyrar. Sú lína rúmlega 100 km og fyrirhugað að hún fari í umhverfismat í haust. Nú hefst þetta undirbúningsferli og það þá meðal annars það að eiga samtal við hagsmunaaðila og það að segja sveitarfélögin og náttúruverndarsamtök, atvinnuþróunarfélög og fleiri og svo fara í gegnum mat á umhverfisáhrifum og þá fáum við betri mynd á hvert verkefni raunverulega og hvað hægt að gera, meðal annars hvernig línan ætti að liggja. Sverrir segir að langur tími sé liðinn síðan framkvæmdin var lögð til hliðar og því sé tímabært að endurskoða hana. Ekki liggi fyrir nákvæm útfærsla hennar á þessari stundu. Sveitarfélagið Skagafjörður gerði breytingar á aðalskipulagi sínu í vor þar sem gert ráð fyrir að Blöndulína 3 verði hluti af aðalskipulagi sveitarfélagsins. Önnur sveitarfélög sem línan nær til hafa ekki gert sambærilegar ályktanir svo vita sé til. 14 létust og 145 særðust í sjálfsvígsárás í Kabúl, höfuðborg Afganistans í dag. Sprengjan sprakk við lögreglustöð í íbúðarhverfi í vesturhluta borgarinnar og hafa talibana lýst ábyrgð á hendur sér. 4 hinna látnu voru lögregluþjónar en aðrir almennir borgarar, þar á meðal börn. Yfir 1500 almennir borgarar féllu eða særðust í sprengjutilræðum í Kabúl í síðasta mánuði. Manntjón hefur ekki verið jafn mikið í borginni í 1 mánuði frá því í maí 2017. Samninganefnd talibana og fulltrúar Bandaríkjastjórnar hafa setið á fundum undanfarið. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segist vongóður að friðarsamkomulag náist fyrir forsetakosningar þar í landi í september. Hámarkshraði á brúnni á þjóðvegi 1 yfir Lagarfljót milli Egilsstaða og Fellabæjar hefur verið lækkaður í 30 km/klukkustund vegna skemmda á brúargólfinu. Vegagerðin hyggst skipta hluta gólfsins á þessu ári. Lagarfljótsbrú ekki bara samgönguæð milli Egilsstaða og Fellabæjar og annarra staða á Fljótsdalshéraði. Hún tengir líka landshluta því hér liggur þjóðvegur 1 Austurland. Samkvæmt umferðarteljara rétt við brúna fóru hér rúmlega 3000 bílar á dag að meðaltali í fyrra. En brúin orðin gömul og á henni trégólf sem orðið skemmt. Í júlí ákvað Vegagerðin að lækka hámarkshraða á brúnni úr 50 km á klukkustund niður í 30. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðin þetta tímabundin ráðstöfun. Efsta lag trégólfsins, sem hér sést klætt málmgrindum, sé orðið skemmt og því hafi verið talið rétt að lækka hámarkshraðan. Áætlað sé að skipta hluta gólfsins í haust en ekki sé ljóst hvort það verði klárað í ár eða á næsta ári. Reyndar áformað að skipta brúnni allri út en samkvæmt samgönguáætlun sem var samþykkt á Alþingi í febrúar á ekki að byrja að veita fé í smíði nýrrar brúar fyrir á árunum 2024 til 2028 og verkinu á ekki að ljúka fyrir á árunum 2029 til 33. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu kyrrsetti á dögunum 600 milljóna króna eignir Sunshine Press, rekstrarfélags Wikileaks, að beiðni fyrirtækisins Datacell. Kyrrsetningin vegna deilna félagana skiptingu bóta frá Valitor að því mbl.is greindi frá í dag. Sunshine Press og Datacell stóðu í margra ára málaferlum gegn Valitor vegna þess að greiðslumiðlunar fyrirtækið lokað á greiðslugátt fyrir fjáröflum Wikileaks 2011. Fyrir mánuði féllst Valitor á að greiða 1,2 milljarða í bætur. Sunshine Press átti að fá megin þorra bótana
en við það eru forsvarsmenn Datacell ósáttir. Tæplega 9% færri Íslendingar fóru til útlanda í júlí en í sama mánuði fyrra samkvæmt tölum Ferðamálastofu. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir Íslendingar tryggustu viðskiptavini ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónustun á Íslandi hefur tekið eftir auknum ferðalögum Íslendinga innanlands. En hver er skýringin? Ekki þetta gula þarna upp í loftinu, það hefur eitthvað þetta að segja. Ég held að veðrið hafi náttúrulega haft mikið að segja það hvernig ferðasumar þetta var í fyrra. Íslendingar fóru mjög mikið erlendis í fyrra og í ár hefur veðrið hér á suðvesturhorninu, þar sem að þorri þjóðarinnar býr, verið heldur skaplegra og eiginlega bara mjög gott. Heimamarkaðurinn í hverju ferðaþjónustulandi er náttúrulega öruggasti og tryggasti markaðurinn fyrir ferðaþjónustuna í því landi og þannig er því líka farið á Íslandi. En þó að fleiri Íslendingar ferðist innanlands finna ferðaþjónustufyrirtæki fyrir minna álagi. Það sem af ári hefur erlendum ferðamönnum á Íslandi fækkað 50 meðan við sama tímabil í fyrra. Ég held að allir í ferðaþjónustu á Íslandi finni fyrir fækkuninni núna. Við erum að heyra frá okkar félagsmönnum tölur svona 10–20% minna álag heldur en í fyrra. Það hins vegar náttúrulega gefur líka tækifæri til þess að fara í aukna vöruþróun og nýsköpun og fleira og margir er að nýta tíman og tækifærið í slíkt. Innan ferðaþjónustunnar er fólk vongott að þetta samdráttarskeið verði stutt. Fjöldinn sé ekki markmiðið í sjálfu sér, heldur vilji fyrirtæki fá hingað fólk sem skilji meira eftir sig jafnt yfir árið. Við þurfum að horfa síðan á það bara hvernig uppbyggingin fer aftur af stað. Það tekur töluvert mikið á fyrir fyrirtækin að fara í gegnum svona niðursveiflu. Það þarf að hagræða í rekstrinum, það þarf að kjarna starfsemina og síðan þarf að byrja að byggja upp að nýju þegar að fjöldinn kemur aftur. Einn vinsælasti tónlistarmaður heims þessa mundir, hinn breski Ed Sheeran, heldur tvenna tónleika á Laugardalsvelli helgina. Sjaldan eða aldrei hefur eins mikið verið lagt í tónleika hér á landi. Það styttist í annan endan á tónleikaferðalagi Ed Sheerans. Hann hefur haldið 260 tónleika undanfarin 3 ár og er nú á leiðinni hingað til lands. Vegna þessa er mikið umstang á Laugardalsvelli, þar sem 2 tónleikar verða haldnir. Á laugardag hlýða 30.000 manns á Sheeran en reiknaði með 20.000 gestum á aukatónleikum á sunnudag. 200 starfsmenn eru á fullu að setja upp sviðið, sem er engin smá smíð. Sheeran hefur úr nokkrum sviðum að velja eftir stærð tónleika, en þetta svið er hannað fyrir stærstu tónleika hans. Það er 50 metrar á breidd og 700 fermetrar. Þá er sérstakt dansgólf lagt yfir grasið á Laugardalsvelli. Á morgun verða ljós og hljóðtæki sett upp. Búnaðurinn sem Sheeran flytur með sér vegur 1500 tonn og var fluttur í 55 gámum. Hann flytur þó ekki aðeins með sér sérhæfðar tónlistargræjur, heldur líka kokk og uppvaskara fyrir starfsfólk sitt. Hinn skoski Alan McKeelan hefur ekið með eldhúsbúnað fyrir Sheeran síðan í vor, en hann hefur unnið með honum í nærri áratug. I've been doing it for years, so the last couple of years we've been in Europe mainly, but this is first time in Iceland, so it's a big change, but it's the same, any group, we do this all the time, so it's just nice to go somewhere different. So where do you stay? In the truck. But no, I still stay in Scotland, but I haven't been home since April. Is it hard? No, not hard work. Only the nighttime drives, so. But no, it's okay. Okay. But is your car homey? Yeah. 2 beds, microwave, fridge freezer, television, coffee maker. Yeah, it's very comfortable. It's very tidy. Yeah, no. That's okay. Já, og hjá mér er einn skipuleggjanda viðburðarins, Ísleifur. Já, þetta er mikið umstang. Er þetta met? Já, ég held að þetta sé svona nýtt level fyrir íslenska tónleikahaldið bara, alveg saman hvernig á það er litið. Það eru sannlega svona yfir 50.000 gestir að koma sem er 15% af þjóðinni og þar með eru Íslendingar örugglega eignast enn 1 höfðatölumetið. Og svona til samanburðar, ef það verið 50% af Bandaríkjamönnum þá er það svona 50 milljón manns á einum tónleikum.
og svo eru 55 gámar komnir, þetta risastóra svið, 200 starfsmenn, á tónleikadag verða sennilega 1000 starfsmenn, þannig að alveg saman hvernig á það er litið þá er þetta eitthvað nýtt level fyrir Ísland. Hvað þurfa tónleikagestir að hafa í huga? Bara koma með góðaskapið og skemmta sér vel. Við erum búin að leggja mikið í það að tryggja að öllum líði vel á tónleikunum. Það er náttúrulega ekki mikið af bílastæðum hérna í kring, þannig að við hvetjum fólk til að labba ef það getur, skilja bílinn eftir eða koma á reiðhjóli. Það er pláss fyrir reiðhjól, leigubílar koma af stað. Svo eru sætaferðir frá Kringlunni, milli hérna á vellinu og tilbaka, byrja 3:30 og ókeypis í strætó á höfuðborgarsvæðinu og sýnir tónleika með hann og svo opna fanzone í Laugardalshöll eins og fólk þekkir frá fótboltaleikjum klukkan 12 og þar er bara hægt að hittast og hita upp og fyrir tónleikana saman. Eitt að lokum, Sheeran er að spila í Budapest í kvöld, ekki satt, hvenær kemur hann til Íslands? Ég get ekki sagt það, en ég held að hann sé að flýta sér til Íslands vegna þess að ég held að hann elski Ísland. En hann hefur ekki komið hingað eða það? Já, hann hefur komið hérna í enga erindum og skemmti sér vel og er aðdáandi landsliðsins og er mjög spenntur að koma. Frábært. Það verður spennandi að fylgjast með þessu en við látum þetta lokið hérna af Laugardalsvelli. Takk fyrir það af Laugardalsvellinum og við ætlum að kynna okkur veðrið. Það er áfram ríkjandi norðanátt yfir landinu með rigningu norðaustan til. Hiti yfirleitt á bilinu 4 til 10 stig en bjartviðri og hlýrra sunnan til og hiti alltaf 16 stig í innsveitum. Elín Björk Jónasdóttir segir okkur veðurfréttir að loknum íþróttum og kannski segir hún okkur hvernig viðrar og tónleikagestir norðan og sunnan heiða. En það er á eftir íþróttunum og það er þetta Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur frá því helsta í íþróttum kvöldsins. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætti því portúgalska í kvöld í forkeppni Evrópumótsins Eurobasket 2021. Og báðir íslensku keppendurnir í fullorðinsflokki í 5 gangi á HM íslenska hestsins tryggðu sér sæti í úrslitum. Í ungmennaflokki eru báðir keppendurnir hins vegar úr leik. Þá er það helstu atriði fréttanna í kvöld. Maður sem keypti íbúð í Breiðholti af félagi eldri borgara í Reykjavík og hefur hafst við í húsbíl frá því hann seldi einbýlishús sitt segist ekki lengur treysta félaginu. Forsvarsmenn þess vildu ekki ræða við fréttastofu í dag. Forseti Bandaríkjanna segir lítinn pólitískan vilja til að breyta skotvopnalöggjöf landsins. Löggjöfinni var mótmælt í 2 borgum sem forsetinn heimsótti í dag í kjölfar mannskæðra skotárása. Forsætisráðherra Danmerkur segir ótrúlegt að enginn hafi slasast þegar öflug sprengja sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar í Kaupmannahöfn á 11. tímanum í gærkvöld. Og tónlistarmaðurinn Ed Sheeran flytur 1500 tonn af búnaði til landsins í 55 gámum fyrir tónleika sína helgina. Einn gámabílstjórinn hefur ekki komið heim til sín í allt sumar og býr í bílnum. Þessum fréttatími lokið. Næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn að venju. Verið sæl.